það komið fréttir bara í dag að kvikmyndaskóli Íslands eða rekstrarfélagið sem heldur skólanum úti gjaldþrota og ég vel líka með að borga laun og starfsemi mögulega lognast út af. Kvikmyndaskólinn svolítið sérstakt fyrirbrigði held ég í íslensku menntakerfi. Þetta stofnað til hans af svona frumkvöðla atorku í upphafi og hefur verið með starfsemi í 3 áratugi held ég og sumir hafa sagt að hans einn af svona forsendunum þess að íslensk kvikmyndagerð hefur vaxið svo mikið að hún getur verið að þjóna Hollywood og fleiri með þessum verkefnum sem hafa verið hingað dregin að til þess þarf að vera fólk með fjölþætta reynslu og menntun í kvikmyndagerð til þess að svona átta okkur á því hvað skólinn hefur gert og hvert svona hans vægi í kvikmyndagerðinni og hvað afleiðingar getur haft ef hann leggur upp laupana. Hingað komið Friðrik Þór Friðriksson, kvikmyndagerðarmaður. Jú. Og varst hér á árum áður rektorskólans einhver ár. Jú, stjórnarmaður. Stjórnarmaður lengi og þekki kannski þessa sögu svolítið. Ég þekki hann alveg og þetta ekkit falleg saga út frá ef maður hugsa til stjórnmálamanna en það verið þarna menntamálaráðherrar úr eiginlega öllum stjórnarflokkum og þeir hafa verið svona misgóðir en þetta verið alltaf verið svona heit kartöfla og á flestum hefur þetta verið eignarhaldi sem hefur farið í taugarnar á þeim og Að þetta einkaskóli? Að þetta einkaskóli og skýtur svolítið skökku við að svona Áslaug Arna sem að básuna núna að sveitafélögin að semja við einkaskóla og hún var alltaf mikið á móti þessum skóla og eiginlega Ásthildur Lóa að verða hennar böðull í skólunum að því að Ásthildur Lóa hefur staðið mjög föst fyrir að láta ekki skólan fá fjárveitingar sem eru þó á fjárlögum í 3 mánuði og það náttúrulega nótis að setja hvaða fyrirtæki sem á hausinn sem reiði sig á hluta á þetta og á framlög frá ríki. En af hverju þessi tregða? Einhver óreiða í skólanum? Grunnsendur að illa fara með fé? Eða? Nei, þessi skóli, ég get vitnað það að ég hef verið þetta í stjórn og verið rektor skólans eins og þú sagðir og þessi skóli hefur aldrei borgað arð. Þetta hefur bara verið rekið með hjartagæsku og Og horriminni eins og sagtir. Já, sko á alltaf horriminni eða svona barmi gjaldþrots en svona þetta var nú alltaf reddast ég meina þessi ráðherrar sem hafa komið í veg fyrir að skólinn kæmist á háskólastigi eru reyndar ábyrgir fyrir svo líka bara ríki missir að tekjum að því að og álit líka bara á Íslandi sem svona kvikmyndar eða menningarlandi skulum við segja að því að skólinn komst í hóp bestu kvikmyndaskóli í heimi sem bara mjög erfitt að komast í og það mun engin skóli gera það á næstu árum af því það myndast bara eitthvað tortryggni í garð stjórnvalda hér ef þetta ógæfuverk mun heppnast hjá þessu stjórnmálumönnum sem standa núna þessu Og hvað heldur að þeim gangi til? Að bara knista skólan eða neyða núverandi rekstrarfélag í þrot þannig að vera ykkur aðrir sem koma að því að reka hann eða hvað heldur það? Já, sko, það kemur í ljós bara á næstu dögum hvað núverandi stjórnvöld er að pæla. Nú komið nýr menntamálaráðherra sem umtala góðmenni þannig að ég veit ekki hvað hann mun gera í þessu en þetta hefur líka verið hjá Loga þannig að ég til að þetta lið sem sagt öll sömmun líka Kristrún og þetta allir vita hvað í stemdi ef það ekki farið eftir þessum eða þetta ekki borgað út þessi peningar sem eru þarna á fjárlögum Sem að til raunverulega nemendunum sem kjósa að velja sér að fara í námi í þessu skóla. Já, og svo náttúrulega Áslaug, hún náttúrulega kom í veg fyrir að nemendurnir
á þessu ári sko, kom í veg fyrir að nemendur getur fengið námslán fyrir skólagjöldum. Þannig að það líka stór hluti af þessu. Því nú einhver deild þarna fyrir 10-20 manns í listaháskólunum sem ekkert að skila neinu út í hvað ég var að segja, kvikmyndageirann sko, því að í upphafi þegar skólinni stofnaður var kvikmyndaiðnaðurinn metinn svona 500 ársverk, núna þetta 4-5.000 ársverk. Þannig að nákvæmlega það sem hún sagði að þessi stóru Hollywood fyrirtæki og að því að ástæðan fyrir til dæmis að Lilja kom með þessi 35%, það að launin eru greidd til íslenskara kvikmyndagerðarmanna en ekki að þessi erlendu stórfyrirtæki færi að koma með allt vinnuaflið inn, þá ekki neitt skattalegur hagnaður að því að gera þetta. Og hefur skólinn skipt miklu máli í því að það sé nógu mikið til að fólki sem getur sett í ýmsum verkum? Það skiptir bara hundruðum sem búið að útskrifa og sem hefur unnið í allir þessi stúdíó. Ég meina hafa sagt mér að þeir hefði aldrei getað gert hinn og þessi verkefni nema að hefur verið fyrir nemendur skólans. Þannig að Hollywood kemur hinga og kannski með ljósamistara, en svo hann kannski með 30 manns í ljósadeildinni og það meira og minna Íslendingar og stór hluti þeirra hefur fengið reynslu eða einhverja menntun í þessu skóla. Já, nákvæmlega. Og svo verða það bara ennþá færari við hvert verkefni og þess vegna 35% sem ég kom að á sínu tíma með Finni Ingólfssyni, þá var það reynda bara 12%. En þá var þetta að hugsa sem tekjulind fyrir ríkið. Menn hafa alltaf miskilið þetta allir stjórnmálamenn. Þeir halda alltaf að það sé bara verið að gefa Judy Foster einhverja 4 milljarða eða hvað það var. Sko. En þetta eru tekjur sem verða eftir. Af því þegar þú fær 35% af, þá er búið að eyða 55%. Já, þetta náttúrulega umdeildar þessar aðferðir við atvinnustefnu og allir lagi að menn hafi kannski ólíku sjónum á því, þetta ekki gullin regla. Nei, það náttúrulega eins og menn vita þá Bandaríkjamenn stærstur hluti af ferðamönnum á Íslandi og þegar að Tom Cruise eins og menn segja lendi í að skilja hérna við Kate Holmes þá fór hann í alla spjallþætti í Bandaríkjunum svona hjá frægustu sem bara má segja að all þjóðin hafi hort á einhvern þeirra og hann neitaði að tala skilnaðinn en sýndi bara einhverja slædsmyndir frá fallegum ferðamannastöðum og vinir mínir í Bandaríkjunum hringdu bara og sagði hvað borgaði ríkið honum fyrir þetta en hann hefði aldrei komið hingað nema fyrir 25% sem voru þá. Já, og Judy Foster talar fallega land og þjóð. Já, en það eru margar myndir sem hafa gert miklu meira sko, heldur en Judy Foster því að hún átti náttúrulega að gerast í Alaska. Já, Ben Stiller myndin og fleiri sem var nú svo postkort af Íslandi. Jú, og líka Nóa og þetta endalaus verkefni sem að... Já, nú erum við að tala um þetta. Hvað myndur þú segja væri hlutur kvikmyndaskólans í þessu? Já, hann náttúrulega... Það ekki sem heldur í fram að þetta var orðið til vegna hans, en ég bara að reyna að átta mig á því hversu mikilvægur hann í þessari umbreytingu íslensku kvikmyndagerðar. Já, hann mikilvægur að því leiti að skaffa starfsfólk og líka bara á alla miðlana hérna sko, sjónvarpið fullt af fólki þar og þáttagerð, þetta allstaðar fólk úr skólanum og núna líka leikstjórar sem eru á heimsmælikvarða og hérna sem eru að gera fínar myndir og hérna þannig að þeir eru bara allstaðar þessi nemendur. Þegar skólinn byrjaði þá var stofnað til hans á þess að ríki eða sveitafélög væri eiginlega að biðja það. Hann byrjar eiginlega svona til hliðar. Þannig að hann aldrei verið hluti af svona skipulagri menntastefnum sem svona sett á. Og hann hefur svona þurft að berjast fyrir tilvissinni
og maður fá að vera til í alla tíð, það er ekki ofsögum sagt. En alltaf verið semt viðurkenndur sem framhaldsskóli þangað til að menntamálaráðuneytið gerir þau mistök að stofna þessa deild í listaháskólanum sem er nú bara hreint skemmdarverk af því að sumir krakkar þar hafa verið að hringja í mig og bara segja að þetta sé ekkert nám og er að reyna að komast aftur inn í skólan, en það er náttúrulega nokkur ár síðan. En þá varst þú ekki rektor á þeim tíma þegar svona fyrir okkur sem stóðum fyrir utan það leit út eins og að stjórnvöld væri að taka ákvörðun það hvort að kvikmyndanám á háskólastigi yrði á vegum kvikmyndaskólans eða yrði sem deildin í listaháskólanum. Já, það er búið að bjóða sem sagt ráðuneytinu hvað þetta er annað að bara sjá þessa deild, hvort sem það heitir listaháskóli eða hvað sem er. Það er þá bæði framhaldsskóli og háskóli. Og háskóli, já. Og viðurkenningin á framhaldsskóla er náttúrulega inn í kvikmynda áætlunni sem Lilja Alfreðs gerði. Og sem er þá sömu stöð og iðnskóli. Já, eða meira þetta er aldrei hugsað til þaula því að þarna var hugsað 10 nemendur sem áttu að vera einhverjir leikstjórar og handritshöfundar. Það er nákvæmlega eins og að búa til einhverja yfirstétt og svo var smælki sett í kvikmyndaskólan. Og líka hugsa... Þú vitnaði Björgvin Halldórsson að hér eru bara höfðingjar en engir indjánar. Þannig að það er að hafa líka indjánana, ekki bara höfðingjana. Já, og svo bara kemur þetta út að þau misreiknuðu sig þessi reynsla sem er komin upp í kvikmyndaskóla. Hún er ekkert búin til þarna í listaháskóladeild fyrir einhverja 10 nemendur eða 12 eða hvað það er. Og svo er bara mjög hátt dropp þaðan líka, Þannig að þetta eru allt mistök sem ég til að stjórnmálamenn eigi bara axla ábyrgð á og þess vegna ég setja bara þennan kvikmyndaskóla strax á háskólastig í sambandi og svo er náttúrulega bara... Nei, mér aðeins að spyrja því að ég bara var að hlusta á viðtal við Herzog í 60 mínútur þar sem hann talar ekki vel kvikmyndaskóla segist sjálfur að farið þar inn og stólið einni myndavél og tekið hana, ekki stólið, heldur tekið hana til handragags og þannig og nýtt hana mjög vel. Hann var að mæla gegn því að fólk væri í svona langskólanám og vildi að kenna fólki að dýrka upp lása og annað slíkt ef þau þurftu að ná sér í eitthvað sem þá þurftu að halda. Þú kannast við þessar sögur hans. Já, þetta er í viðtali sem birtist í svart og hvítu, fyrst á tölvublaði og ég var ritstjóri. Já, ég ætla ekki að fara að taka hann en það er samt þarna í kvikmyndaskólanum hefur verið að kenna klippingu, hljóðupptöku og eitthvað fleira sem að fyrir okkur sem eru utan bransan finnst kannski skrítið að ég vera að lyfta upp á háskólastiga en fólk hefur verið að BA í klippingu eða MA og taka doktorsnám í hljóðupptöku hluti af kvikmyndagerð er náttúrulega líkara iðnnámi, eða ekki? Það tel ég, jú þetta er bara ég ætla ekki að blóta hérna en það er bara helvítið snopp að vera alltaf að tala kvikmyndalist því að eins og við vitum bara þá er 1 af hverjum 100 kvikmyndum sem eru framleiddar í heiminum er list eða getur flokkast sem list þetta er bara hrein afþreying og bara miðað við sem margir hafa sagt þetta er munurinn á tígulgossanum og bókmenntum og það er svona þetta listasnopp sem hefur svona já, bara orðið í skólanum þessum að falli ef hann fellur en það sem er sorglegast í þessu er að það var svo lítið mál fyrir til dæmis Háskóla Íslands að gera þetta að deild í háskólunum. En af hverju myndirðu vilja freka fá því í háskólan heldur en listaháskólan? Af því að þeir eru með þú þarft ekki að taka meira en þessi 2 ár í
nákvæmlega svo við erum að tala klipparana, þeir hafa kannski engan áhuga á að fara í skapandi skrif og svona sem eða bókmenntir, bara íslenskar eða erlendar bókmenntir sem ég fór í háskólanum og það minn grunnur að sitja tímaður, ég tók aldrei neitt próf, bara hlusta á. En munurinn líka sá að ef þú ætlar að fara í háskólanám í að vera til þess að vera klippari, þá ætlar að klára stúdenti fyrst og fara svo að læra í klipp á meðan ef þú færi svona einhverja braut svipað í framhaldsskóla, þá getur þú orðið búið með þitt nám 20. Já, en það hefur verið inntökupróf hér sko í Kvikmyndaskóla Íslands og stúdentspróf sko. Þannig að til þess að fá svona ekki bara úlinga inn en ef fólk með einhvern grunn og einhverja bara getur sýnt stuttmyndir og þennan áhuga sem margir bara koma bara fullskapaðir inn í skólan það er fullt af fólki þarna sem bara þarf ekkert að fara í skólan eins og Herzog það bara með þetta í hausnum en það er svona svo er náttúrulega kvikmyndasaga líka upp í HÍ sko. Þannig að þú veist þú hættu bara að bæta nokkrum einingum við þig ef þú vilt fá BA sko. Það er ekkert kannski margir sem vilja það sko. En þetta verður að vera til staðar fyrir útlendingana því að eins og ég sagði á þá var skólinn eða skólinn ennþá sem hluti af bestu kvikmyndaskólum í heimi og hefur verið alltaf þeir eru dæmdir af myndum sem við sendum inn eftir nemendur og við höfum alltaf verið sko, síðustu ár höfum við alltaf verið meðal 20 bestu í heimi þannig að það er mikil ásókn af útlendingum að koma til Íslands Þess að skólinn hefur orðspor Hann hefur rosalega fínt orðspor og þessum til dæmis kvikmyndaskólinn sem háskóli í Dublin hann vill alveg búa til okkur sem deild eða ég tala okkur þó ég hef ekki unnið þarna lengi og það ætti að vera alveg nóg sko. Þetta verið útibú frá Dublinarháskóla Já Er það þannig Friðrik eða tók bara einhver vel í það þegar þú nefndir það við hann eða Nei, er það raunverulegt tilboð? Nei, við erum Þú afsakaði ég spyr svona að því nei, þetta er bara staðreynd og þetta stjórnvöld vita þess alveg en þá hefur verið að tala Bifröst og eitthvað svona sem bara svona full reynd sko að búa að syngja þessa vísur svo lengi og bara reyna þær en þær hafa bara ekki virkað fólk heldur að það getur bara lappað þarna og tekið þetta hræ sem kvikmyndaskólinn verður þá ef hann fer á hausinn og ætla sér að fara bara að halda áfram með þetta en það er bara ekkert það sem til dæmis öll þessi vinna við til dæmis samstarf við Columbia sem nú líka virtuskóli í New York og þetta dettur allt út sko. Ef hvað gerist? Ef skólinn fer á hausinn Og það tengt, það persónulega tengsl hérna Böðvar Bjarka sem stofnaði skólan Nei, það eru bara myndirnar sem skólastjórar sjá eftir, þá hafa komið og sagt við erum hérna með bestu tólistadeild í heimi það sem að John Williams og allir þessi stóru hvað segir maður bara höfundar kvikmynda tólistar koma frá og eru sumir að kenna þarna þeir Djúlart og sem hluti af Columbia og þegar þeir sjá myndirnar sko þá vilja endilega bara sjá að láta sína nemendur gera tónlistina við þetta til dæmis og þetta myndi allt eyðileggjast þannig að ég held að það sem að stjórnvöld er að gera í dag ef þeir hissi ekki upp sig þá þeir bara með hrein skemmtaverk á fyrirbæri nú tek ég fram að ég hef ekkert verið að undanfarin ár en einu framsagnasta listaskóla landsins Nú skóli, hérna, nú það rekstrafélagið sem að fara á hausinn. Skóli náttúrulega meira heldur en bara rekstrafélagið og það einhver kultúr sem hefur skapast, það einhver hefðir og það eru bæði kennarar og fyrrverandi nemendur og tengs þeirra sem hægt og bítandi byggja upp skóla sem þú ert að vísa til. En maður geti ætlað að svona séð úr fjarska að það skiptir lengur máli þótt að ef þetta rekstrafélag hérna fyrir þrot eða verður rent öðru rekstrafélagi undir, það gerist oft þegar rekstur, ég tala ekki svona fyrirbyrgða í menningu og við þekkjum dæmi þessi í fjölmiðlum og eitthvað öðru, að þá tekst ofta að bjarga kultúrverðmætunum sem að byggja eru innbyggð inn í samfélagi sem að skólinn
Eða telur þú það vera ófrávíkjanlegt að þetta rekstrarfélag sem núna komið í þrot, að það haldi áfram að reka skólan? Já, ég held að það sé langeðlilegast. Ég meina, hitt bara rán. Það ekkert öðruvísi. Ég meina, ekki verslunarskólinn einkaskóli. Ég meina, ætlið að fara að leggja hann niður og fara að bjóða það út. Tekniskólinn? Já, ég meina, þetta bara absúrt og svo þetta á fjárlögum. Þetta eiginlega bara ólýsanlegt skemmtarverk og ástæðan greinilega einhver pólitík en nú eins og ég sagði fyrst þá þá verið þarna ráðherrar frá Framsókn, Vinstri grænum, Sjálfstæðisflokki og ég meina Björn Bjarnason var til dæmis alltaf mikill stuðningsmaður skólans þegar hann var menntamálaráðherra og var mjög hissa á öllum morðtilraunum á honum. Eftir það? Já, en samt var nú að styðja Áslaugu Örnu til formans, þannig að svo skrítið að fólk sem talar gegn frumkvöðlum og einkaframtaki sé allt í einu næstu orðin formaður stærsta flokk sem hefur einkennt sig við einkaframtak og frumkvöðlastarf. Eitt við þetta því að skólinn skilgreindur sem framhaldsskóli, þó að sé krafa að þess vegna ruglaðist ég aðeins í því að það væri krafa stúdentspróf til þess að komast inn í framhaldsskóla, það er svolítið sérstakt. En hann líklega dettur þá á milli tveggja ráðuneyta. Það annars menntamálaráðuneytið sem að Ásta Lóa var að segja sig frá núna og Guðmundur Ingi komin inn í. Já. Og hins vegar háskólaráðuneytið sem Áslaug Arna var í og Logi situr núna í. Já, rétt. Undir hvort ráðuneyti tilheyrir þessi skóli? Já, hann tilheyrir undir Guðmund eða sem sagt. En það var von okkar, hefur alltaf verið að hún færi í hitt, sko. En það skiptir ekki máli ykkur vonin að þið eru... Nei, og það hefur líka verið tekið vel í það á fundum skils mér á núverandi rektor Hlín. Jóhannesdóttir sem núverandi rektor og hún hefur verið á fundum með þessu fólki og ég líklega að funda með þeim as we speak og þetta bara þetta svo furðulegt og þetta hefur alltaf verið þessi heita kartöfla og enginn þora að taka að skarið, sko, en það hefur alltaf verið gerðið samningar en allt í einu núna kemur þessi ráðherra Ásthildur Lóa og svolítið þver, sko. Hinar Lilja gerði samning við okkur og Katrín Jak gerði samning við okkur og Þorgerður Katrín gerði samning þú veist það, í ríkisstjórninni alveg þekking á skólanum. Þannig að ég tel þetta sé ábyrgð bara allra stjórnarinnar ef þetta að fara í svona einhver óhæfu. Hvað gerist ef svo verður? Þú talar ekki vel þessa deild í Listaháskólanum sem að ég tel hana bara kannski bara ósáttur við að hvernig námið skipulagt en líka að þetta sé í þessu formi að því að þarna verið að ala upp svona yfirstéttina í kvikmyndagerðinni. Þetta er svo svipað við hefðum bara arkitektaskóla en enga iðnskóla fyrir trésmiði og pípara og múrara og þá sem eiga byggja húsin. Er það rétt skiljið að mér? Já, og svo ef þú ferð ekki sko, það voru 36 nemendur sem sóttu inn í skólan með því skilir að þeir fengju námslán en þeim var hafnað að fá námslán samt gætu ferð inn í Listaháskólan og ekki þurft að borga neinn skólagjöld en þarna þurfa þeir að borga skólagjöld en þau bara vita, það er bara orðið á götunni eins og sagt að þetta miklu betri menntun í kvikmyndaskólanum. Já, í kvikmyndaskólanum. Því það hefur ekki reynt á hitt námið. Já, sko... Ég veit að þú hefur ekki trúið því en ég er bara að segja að þetta er sanngjarnt. Ég hef bara ekki séð neitt sem kemur frá þeim skóla sem réttlætir það að ég held að þessi sama, þetta eru 100 milljónir sem þessi deild kostaði, ég held að þessi sama var skorið niður í kvikmyndasjóð. Þannig að ég teldi bara mistök. Það var búið til þessa deild. Já. Að það hefði átt að vera annars vera að efla kvikmyndanám í háskólanum fyrir þá sem að það vilja og svo að efla kvikmyndaskólan. Já, sko, það sameina þetta þeir sem vilja verða
eða fara með BA sko. En þetta líka eina af forsendunum að við getum boðið erlendum nemendum að koma hingað í nám sko, þá ég að tala sko 200, jafnvel 300 nemendur og þetta stór útgerð þegar fólki þarf að leigja sér hús og allt svoleiðis og húsnæði og borga þessi skólagjöld. Þetta tekjur upp á kannski 6 milljarðar fyrir samfélagið staðin fyrir að þannig verða hendum einhverjum 100 milljóna í eitthvað nám sem bara rusl. En það hafi ekki verið 200-300 nemar erlendis frá sem hafi verið þarna. Þú teljið að gæti þróast í þátt, eða ekki? Það bara, sko, það kom alltaf umsóknir inn í skólan á þess að hann auglýsi mikið, alveg frá öllum landum, Sri Lanka, Indlandi, allstaðar, Japan og meira svo Norðurlöndunum. Og þannig að maður veit alveg hvað myndi gerast ef við færum að auglýsa BA og þetta strandar oft bara á því að við höfum ekki diplómu eins og til dæmis fólk sem klárar kvikmyndaskólan og með flottri stuttmynd það kemst inn í hvaða skóla sem svona eins og Columbia og hvaða skóla sem eru eftirsóknarverðir en danska skólan eða hvað sem sko. Þannig að þessum á bara hlúa þessum skóla og búa svo til deild fyrir svona þá sem vilja fá diplómu. Þú segir þetta sé pólitík, ekki þetta flokkspólitík, þú nefnir hann menntamálaráður úr öllum deildum? Nei, það það sem ég skil ekki bara. Ég held að það sé frekar kjarkleysi og líka það að kynna sér starf skólans, það hefur gerðar sko endalausar úttektir sko ég hef fengið menntamálaráðherra á mig sko sem þóttist vera mikill vinur minn og hringdi í mig persónulega hvað þetta annað og sagði mér að forða mér frá þessar starfsemi að því að það væri svo mikil skuld á vörslusköttum og dóti og svo kom bara ljós að þetta var allt bara lygi og þessi lygi, hún kemur innan úr menntamálaráðuneytinu því síðan fer menntamálaráðuneytið margir ráðherrar hafa farið fram á þessa skýrslur á úttekt á skólanum og þá einbeitt sér sérstaklega fjárhagsstöðans og skólinn alltaf staðist þetta með glans. Þangað til núna? Og þú segir ástæðan fyrir stendst þetta ekki núna það að það hafi verið haldið eftir fjárveitingum sem hafi verið samþykktar á Alþingi, það hafi verið haldið eftir í ráðuneytinu og raunverulega skólanum komið á kné með því. Nákvæmlega og plús það að meina nemendum að sækja námslán. Þetta eru stóri hlutirnir og 36 nemendur eru allir að tala allir í jafnrétti til náms sko. Þetta bara bull af því að þetta væri eiginlega bara fyrir nemendur sem ættu ríka foreldra að borga þessi skólagjöld okkar eða ég tala alltaf okkar þó ég sé ekki á það lengur. En eitt að þú vísar hérna til einkaskóla eins og Verslunarskólan sem rekið að viðskiptaráði sem einhvers konar, ég segi ekki þessi lýðræðislegt félag, ég held að sá sem að borgar mest ráð þær mestu og það á sama við Iðnskólann og Tækniskólann en við erum náttúrulega með eins og hjallastefnuna þar sem að stofnandinn ennþá sko langstæðsti eigandinn og það á við þennan skóla líka, það Böðvar Bjarki sem stofnaði skólan og hans fjölskylda sem eiga skólan eiginlega. Já, hann allavega stærsti eigandinn, Heldur að þetta trufli að það sé munur á því að sé ykkur félagasamtök sem eru að reka skóla eða þetta sé bara ykkur einn kall út í bæ eins og maður getur orðað? Já, sko ég held að þetta hafi eitthvað haft áhrif að gera í höfðinu á einhverjum stjórnmálamönnum. Ég held að það bara hljóta að vera eitthvað svoleiðis og líka róur sko svona innan úr þá kvikmyndabransanum? Nei, ekki mikið, jú aðeins það fólki sem vildi að þessi deild yrði stofnuð í Listaháskólanum til þess að það fengi vinnu á lektorslaunum nota benn kennarar í skólanum og svona voru á mjög lágum launum eða að vera til dæmis með vinnu að kenna á háskólastígi þá vartu að hækka launin en ég held að
ég held þetta eignarhald sko, það hefur oft verið okkur hefur þá ekki bara ríkið bara boðist til að kaupa skólan eða borga allt sem skólinn skuldar og leggja hann svo niður og setja hann inn þetta hefur allt staðið opið til viðræðu sko. Akkur hefur þú alltaf verið til svona mikilla varnar fyrir þennan skóla? Ég held að ég bara muni eftir því að við talaði við þetta fyrir 30 árum og þá varstu alveg gallharður stuðningsmaður Bárðarbjarga og uppbyggingu þessa skóla. Já, ég taldi bara ef við ætluðum að sko 1978 sagði ég að kvikmyndaiðnaðurinn myndi stækka mikið og það var mjög fleig lína sem ég man ekki hvort að þú varst á blaðamaður á NT allavega Egill Helga segi ég man ekki hvort að hann tók þetta viðtal við mig en það var ein lína sem fór og var mikið hlegið að og ég sagði að all frystihús landsins þeim verði breytt í kvikmyndaver því að fiskurinn færi og svo það nánast sko því að Balti náttúrulega brendi nú eitt frystihús niður og að því að var kvikmyndaver og ég að segja sko að það svo mörg þessi litlu samfélög út á landi sko Siglufjörður og þú veist sem breytast þegar að koma stór kvikmyndaverkefni og ég man bara þegar við vorum að gera Bjólskviðu og þá var þá vorum við með Hótel Suður á landi sko þá var bara og það sko 2003-2004 eitthvað svoleiðis sko þá var sko bara hótel sem fór eða hóteleigendur sem fóru til banka og þá var viðskiptaáætlunin 2 mánuður á ári og svo þegar við komum til dæmis og leigðum hótelið í 6 mánuði þá bara breytist allt viðskiptamótilið og þetta líka með þessi litlu þorp þó bara fá svona mynd eins og bara allar þessar myndir sko, sem Stykki, Sólmurverður tökustaður og svona þá breytist allt. En þetta endilega jákvætt það var nú verið að gera bíómyndir þetta að það kemur eitthvað kvikmyndalið og yfirtekur þorp í Bandaríkjunum í smá stund og allir verða svona eilítið frægir nugga sér upp við eitthvað svona sem að var kannski bara draumaheimur og svo fer kvikmyndafólkið og þú kannast þessar bíómyndir, ég held að það sé bara nokkra bíómyndir verið að gera þetta. Já, ég held að aðalega kemur bara peningagræðki í fólk og það er aðalega Nei, þetta er náttúrulega allt gamanmyndir þannig að það er fyndið hlið á þessu líka sko, þannig að en ég held samt að þessi erlendu verkefni sem hafa komið hingað kvikmyndagerðinni og bara í Íslandi og sérstaklega ferðamannabransunum ferðamannaiðnaðinum til að vera að telja þeim til tekna sko. Það eru íslenska kvikmyndir og svo náttúrulega Björk og Sigurrós sem hafa ítt undir ferðamannastraumin hingað. Ég held að eitthvað svona átök og meðal Íslandsstofu og fleira vikti þar sáralítið. Það ekki? Já, það er 35% sko þegar mælingar voru gerðar sem sáu sko annarkvort íslenskar myndir eða þá myndir frá Íslandi sem þess vegna ákváðu að koma. Það er rosalega stór hluti af ferðamönnum þannig að ég bara hef kynst því bara eins skinni að ég meina ég fór út allan heim í ég átti held ég hálfrar aldar starfsafmæli núna 12. mars á kvikmyndahátíðum að borða snittur og tala Ísland á kvikmyndahátíðum já, drekka mig fullan og en það er bara það er hlutur sem kemur alltaf eftir hverja sýningu það er spurningar og svör og þá er alltaf bara mikið af spurningunum veðráttu og af því að það er allir að fara sko, sérstaklega svona myndir eins og börn náttúrunnar sérstaklega þá og Cold Fever á Kaldur klaka þetta eru svona myndir sem hafa búið til túrisma og ég meina
hún gekk til dæmis í New York í marga mánuði, sko, 1,5 ár held ég, í Ansilikku sem var flottasta bíóið í New York, sko. Og við hefum bara orðið svo varið þetta, ég meina, fólk að, eins og Japanir eru svo furðulegir, sko, þeir gaf út bók, þess að dreifiaðilinn gaf bara út bók og þar kort af Íslandi og leiðin frá Höfða og Höfðaströnd til Hornstranda merkt inn á kortið og það alveg fullt af Japanum sem hafa farið þessa leið. Þannig að túrismin bara svo, hvað ég var að segja, þetta svo lúmst, sko, og ég gerði það tillögu minni, sko, við flugleiði að þeir myndu borga hvern einasta flugmiða fyrir hverja einasta leikstjóra sem fær út af því að út að sýna kannski á hverju hátíð að koma kannski svona 1500 til 3000 manns bara á þessar hátíðasýningar svo ekki og ég meina það býr til alveg ég myndi segja svona 300-500 túrista og það svona en svo þegar myndirnar fara í dreifingu sem náttúrulega miklu sjaldgæfara það bara nokkra myndir sem hafa farið í almennlega dreifingu og sérstaklega erfitt í Bandaríkjunum ég held að ég hef bara farið með 4 eða 5 eða eitthvað svolítið sko. En það hefur alveg gríðarlega mikið að segja sko, að sjá þetta upp á tjaldi það svo stór upplifun ef það eitthvað landslag sko, svo allt í einu eru allir kvikmyndagerðar menn skítræddir við landslaga því að það var svona eitthvað sveitalegt við það Það verður alltaf að svona selja líkið á ömmu sinni eins og James Joyce sagði Rómverja að það alltaf verið að flagga landslægin okkar Já, þetta bara eins og fyrsta myndi sem var gerð í Færeyjum sko, hún var eiginlega bara landslagskynning og maður gleymdi alveg sögunni ég var alltaf að horfa bara á En það líklega þannig að þegar spurningar og svör og eftir að þá þú spurður og íslenski leikstjórar mikið Ísland. Við þekkjum þetta við tölunum við Björk svona á 10. áratugnum og fyrstu ára þessar aldar að hún var meir og minna að svara Ísland. Jú, það eru allt sömu blaðamenn sko og sömu útvarpsmenn og sömu sjónvarpsmenn og þetta svona þetta eru eiginlega fornleifafræðingar sko þessir sérstaklega í Þýskalandi sko þeir muna alveg fyrstu Íslendingarnir sem ég talaði voru strákarnir í Messaforti þannig að Garden Party og það er náttúrulega hvað ég var að segja það svona misreiknað áhrifin af Messaforti held ég allavega í Þýskalandi þeir eru risastórir En Friðrik, þú ert að berjast fyrir því að skólinn haldi lífi Já Það er mikilvægt þú ert ekki bara að hjálpa vinið þínum Það verður bjarga, nei ég bara held þetta sé mikilvægt og sé bara ríkalegur skaði og skemmdarverk ég ætla að kalla þetta skemmdarverk af því þetta ekkert annað og þessi pólitíkusar sem standa að þessu eiga bara skamma sín, það bara þannig Við vonum að þeir hlustu á það og íhugið það hvort þeir eiga að skamma sín Takk fyrir að koma og fræða okkur Kvikmyndaskólann Já, takk fyrir mig En við höldum áfram hérna við Rauðaborð að reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í næsti kafli eftir augnablik Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda.